Já, komið þið sæl. Það var sólríkt á vestanverðu landinu í dag og hitatölur náðu alveg ágætishæðum, fóru í rúm 18 stig hér á nokkrum stöðum á suðvesturhorni landsins. Það var lægð sem að kom hér upp að suðurströndinni, getum við sagt, með úrkomu bakka í síðastliðna nótt, en sú lægð hefur nú leitað hér til austurs og heldur áfram að gera það. Og við sjáum að þegar líður á kvöldi og nóttina þá verður nú potrólítið veður hjá okkur, veikur hæðarhryggur yfir landinu, því heiðarlega víða léttskýjað í nótt, en síðan mun bæði hvessa og þykkna upp hér frá þessari lægð þegar líður á morgundaginn og viðbúið að úrkomukerfið snerti hér suðvesturströndina síðdegis og morgun og gangi síðan inn á land annað kvöld, lengri inn á land þar að segja. Hvað var það svona hitafarið þá nokkið að sjá að það verði neina markverðar breytingar þó á þessum loftmassa sem við liggjum í og því hitafarið svona nokkuð svipað áfram hjá okkur og við sjáum síðan hér ef við skoðum nærmyndina að þetta bjarta veður sem var hér sunnan og vestan til klukkan 19 og svona norðan gjóla í þessu hér vestan til á landinu, yfirleitt hægari vindur annars staðar og tökum eftir því að þegar líður á nóttina þá verður nú léttskýjað víða land og það sem meira að vindurinn hann deyr niður og ekki þetta útiloka það að við fáum næturfrost í innsveitum landsins og má til þess nefna svona staði eins og Þingvelli, en svona við kemur í ljós hverju framvindu með það, en við sjáum hér klukkan 14 þá er svona byrjað að anda nokkuð duglega af suðaustri og fara að glitta í skilin hér rétt suðvestur af landinu. Þetta verður svona staðan þá varðandi hitafarið klukkan 14 á morgun, fínustu hitatölur víða land og gæti verið þetta 18-20 stig á bæði norður og austurlandi þegar hér er komið við sögu. En eðlilega þá náttúrulega dregur fyrir víðar landi þegar líður á daginn og verður okkur hvöss eða snörp, getur sagt þessi í suðaustanátt og undan skilunum og úrkomunu verður þó mest að finna hér sunnan og vestarlands og síður kannski í öðrum landshlutum nema svona þegar komið fram á þriðjudaginn. Og hér er þá staðan klukkan 14 á þriðjudag, við sjáum að hitatölur nú víða þetta 10 til 16 stig og bara mjög fínar hitatölur og jafnvel bjartviður á köflum hér allra vestast á landinu en skýjað öðru leyti og rigning á köflum og síðan þróunin fram til miðvikudags verður svo að við fáum lægðin leitar hér til austur, fáum aftur hér inn norðanátt, létti til sunnan og vestan til á landinu en norðanlands verður væntanlega skýjað mest og getur svona dropað eitthvað lítillega þar fram til hádegis á miðvikudag og við sjáum að hitatölur norðanlands bera náttúrulega þess merkja að norðanáttan er dottin inn aftur 8-10 stig nokkuð víða en við fáum þetta 17-18 stig hér þannig best lettur sunnan til á landinu. Og svo að sjá að það verður svona áfram í þessu norðan eða norðvestanátt tiltölulega hægða á fimmtudaginn getur dropað lítillega þá á norðausturhorni landsins, annars verður bjartviður víða sunnan til og svona skýjað með köflum hér vestanlands. En hvað varðar veður út í heimi þá sjáum við að það nú svona töluvert sterkt úrkomumerki á vesturströnd Noregs, rignir nokkuð duglega þar en bjartviðri til að mynda í Helsinki, Stokkólmi, Oslo og jafnvel í Kaupmannahöfn. Við erum með hæð hér yfir Þýskalandi og Pólandi, suðurahæðinni, hitatölur allar yfir 30 stigum og jafnvel sumstaðar komnar í 40 stigin eins og í suður Frakklandi og á suður Spáni. Og það er jafnframt heitt á Kanaríum eins og við sjáum hér, eða svona óvinni heitt getur við sagt. Og það eru viðvaranir vegna hita í gildi fyrir Tenerife og einnig fyrir suður Evrópu nokkuð víða og endur síðan hér yfirferðina það eru skúraleiðingar miklar þrumuveður hér í suðausturríkjunum og við sjáum til að mynda í Chicago það spá 29 stiga hita og þrumuveður þar og einnig eru þrumuveður eða skúraleiðingar víða miðbik Kanada. En hvað er að veðri hjá okkur á morgun þá fáum við hér inn lægð upp að landi, skil sem munu ganga hér inn á suðvesturhornið síðdegis á morgun og ganga síðan lengra norðaustur yfir landið. Sem þetta gott að vera í dag, verið sæl.